Já, við byrjum bara þessu kampaðinu. Veitu nokkuð að því? Nei, held ég ekki. En þetta er auðvitað, sko, þetta lag á vel við. Það er ekki svona stemningin á fjörkvöldi þjóðmála á Selfossi. Ég ger það fyrir því. Hörður var að boða forföll á laugardaginn. Í kvöldu á morgun, fyrsta á laugardag. Já. Ógildi það nokkuð miða á laugardaginn að ég komist ekki í það? Nei. Leiðu það fréttist að þá seldist upp. Við þurfum að gera þetta oftar. Velkomin Stefán Einar Stefánsson og Hörður Ægisson. Við ætlum að, Björgvöld þjóðmála á Selfossi, á sviðinu á Selfossi. Við höfum verið þar áður, Stefán, ekki með þjóðmálakvöld, en við vorum þar í fyrra fyrir kosningar. Já, þú varst að stýra fundið þar. Já. Þetta er flottur salur. Þetta er geggjaður salur, þetta bara í öllu þessu umhverfið þarna, í gamla nýja miðbænum. Já. Og það var skemmtilegur fundur og eftirminnilegur og þarna er hægt að skapa held í góða stemningu. Já. Við höfum það verkefni allavega með höndum á morgun og laugardaginn. Ég hef mestar áhyggjur af því að ég veit all nokkra sem að keyptu miða bæði kvöldin. Ég ætla bara að keyra á sama gamla brandaranum. Og ég er bara í óðu önn að reyna að finna eitthvað nýjan. Koma sér sömu sýninguna, 2 kvöldi röð. Já. Á þessu kvöldin alltaf munum við selja þjóðmála vörðun okkar, sem að krakkarnir í IT House of Brands eru búin að vera alveg sveitt að búa til fyrir okkur. Meðal annars þessar bolla hér, þessar húfur hér, svo bóli og peysur. Þetta er líka hægt að kaupa inn á VF þjóðmála. Netverslunni okkar. Hvernig væri það? Það sem er líka hægt að skrá sig í þjóðmála stofuna, þannig að það er það er ýmislegt hægt að gera. Ég var með þjóðmála derhúna á landsleiknum, Frakklandsleiknum sem við vinnum 22 og hún vakti talsverða athygli. Ekki? Jú, menn. Meira athygli heldur en jafnteflið, eða sigurinn. Ég segi það nú ekki, en ég greið það dálítið að við náum þarna ótrúlegum úrslitum. Og frakkarnir svektir per se, þetta er lið sem á að vinna Ísland alla daga. En stuðningsmannahópur þeirra, örfá er kannski 150-200 út í horninu þarna í gömlu stúkunni. Þeir héldu áfram að fagna og syngja og voru ennþá syngjandi og trallandi þegar síðasta fólki var að labba út úr boxónum íslensku. Mér finnst að þegar Ísland nær 2-2 jafntefli, þá eigi menn bara í raun og veru að slá í góðan rockkonsert. Já. Og svo bara sturta bjór í liðið og reyna að auka þess áfengisneyslun á þessum íþróttakafleikum. Já, það er það sem við viljum. Já. Það er þetta er sem heldur íþróttafjölum á floti. Bjórsalun. Já, bókstaflega. Já. Herði, það er bara östuðt á hann ég gleymið það. Ég gleymdi í síðast þetta. Orri Hauksson og Þórður Gunnarsson voru hjá mér. Þórður Gunnarsson heitinn. Og það er skál. Hann var ágætur var gott að með hann var. Já, þetta var mjög góður lokaþáttur hjá hann. Já. Eftirminnilegur maður. Þeir náttúrulega hörðu fyrir aftan þegar eru pókar af ísubitum frá gullfiski, bitafiskur, harfiskur. Sko ég gleymdi að gefa þeim í settinu síðast, þeim tveimur. Þessi mynd, þetta eru síðustu andatökin. Já, það rökk svona rosalega onnjan ísubitin. Já, það var ekki, sko, hann dó ekki út af fisknum, þetta var aðra ástæður. Nú, hverju voru það? Við skulum ekki fara það nánu hér. En þeir fengu allavega, sko, Neytendastofa hringdi mig og sagði að þú getur ekki verið með props og ekki gefið mönnum, sko. En þeir fengu, þetta er sönnu þess. Flott. Og þið takkið með ykkur árum fara heim í dag. Svo hlakka maður til þegar Orri fyrir að spýta út öllum þessum eldisfiskum þegar hann fyrir að koma hér með fyrir að gefa hér heilu laxaflökin. Já. Það verður þá kannski, ég veit ekki, við að skipta kjötkomur út fyrir laxaflök. Nei, þetta má allt verið í bland bara. Já. Hér eru ljúfenga veitingar frá kjötkomurinu. Já. Menn er farin að fá sér líka bara mándum og þriðutum, eins og þú nefndir hér einhvern daginn. Ég er búin að gera þetta í mörg ár. Já. Það er svona guilty pleasure að mæta mándi í kjötkompanið og kaupa einhverja ríkalega góða steik. Já. Og láta bara eins og að sé bara stærsti laugardagur ársins. Koma heim bara 6-leytið. Byrja vikunum þessu. Já, börnin bara í tölvuleik, opna eina Biondi Santi, Brunello, bara 30 skrónar flösku og láta þess að maður sé koni í langt helgafrí. Já, þetta gerum við alþýðumennir. En hvað erum við að drekka þetta? Hvað lét Styrmir okkur hafa? Styrmir standur núna út í Montalcino og hann er að heimsækja Biondi Santi í dag. Okay. Þá merkustu víngerð Ítala, svo ekki sé dýbrjánin tekið og hann er að fara að koma heim með frábær vín. Þeir voru að fá til landsins líka Knoll, hvítvínið frá Austuríki. En hér erum við komið 2018 árgang, nýjasta árgangin af Filippona 1522. Það er Grand Cru kampavínið sem að
þessi flaska það voru framleitar 9.407 flöskur af þessu víni og þetta er 72% Pinot Noir og 28% Chardonnay 4,5 gram af viðbættu sykri, þetta er megrunarlíf. Já, virkar betur en pennin. Sumir fara á pennan, við fyrir bara á kampaðin. Já, Ólafur Arnarsson, hann gerir bæði. Nei, hann hefur ekki efnaði að kaupa kampaðin, hann er á pennanum og... Svo einhver ódýru bara beljívíni. Já, en fyrst lét hann sko sker úr sér magan, núna kom hann á pennan og Prosecco. Já. Herðu, ég ætla að byrja, sko, það er þétt dagskrá hjá okkur í dag, þannig við ætlum að fara hratt yfir, þið þurfum að tala mjög hratt í dag. Já. Það er nei, sko, það er, ég ætla að byrja á, endurskoðun vikunar. Við þurfum að fá miða hjá frumherja. Já. Sko, við þurfum að setja endurskoðun á þetta, sko, ég sé alltaf sko, fyrirgefðu. En á mánudagskvöld, þá er þáttur sýndur á RÚV, sem er svona þeirra helsti þjóðfélags umræðu þáttur, sem heitir Silfrið. Og oft bara ágætisættir, en hann var það ekki núna mánudaginn. Þá voru kallaði til 3 aðilar til að tala um þetta friðarsamkomulag fyrir botni Miðjarðarhafs, 3 aðilar sem allir, ef við ekki segja bara hatramir í garð Ísraelsmanna, svo vættsittur orða tekið. Já, kannski síst fréttamaðurinn sjálfur á RÚV, ég myndi nú svona kannski ekki rekna honum það til, en hann er svona, hann er auðvitað á þessari RÚV-línu í grunninn. En Magnea Marinósdóttir er auðvitað bara gyðingahattari og bara stuðningsmaður Hamas-samtakana, sko. Já, hún er í stjórn Ísland-Palestína. Það er akkur það sem ég ætla að setja endurskoðun á, sko. Hún er kynntileg sem alþjóðastjórnmálafræðingur, þannig að þeir saklausa fólki sem borga sitt útvarpsgjald og er að horfa á þetta rusl, að þeir fá ekki að vita meira en þetta. Nei, það er ekkert upplýst um þetta og það er heldur ekki upplýst um að sko samtökin Ísland-Palestína eru þetta bara systur samtök Hamas-samtakana. Hjálmtýr Heiðdal formaðurinn og Sveitur Rúnar Hauksson sem er guðfæðar samtakana. Þetta eru bara menn sem voru í grillveislu með Hanni og þessum köllum áður en Ísraelarnir sprengdu það við loftum. Og þau letur sér bara vel líka. Og nú sjáum við, Hamas-samtökin, þau eru nú bara að berjast inn í réttlátu baráttu. Skoðið bara upptökurnar frá Gazasvæðinu núna. Hvað er tekið við? Ef að ég mætti velja á milli þess að hlaupa undan sprengjuárásum Ísraelana sem þó vöruðu mig við fyrirfram, sko, eins og við gerðum íbúana, eða sitja uppi með þessa óöld þar sem er verið að taka fólk af lífi, unnvörpum, án dóms og laga. Já, ég er ekkert vissum að ég myndi velja Hamas-samtökin, sko. Það var ekki Hjálmtýr með skýringur reyðum hundum af hverju þetta fólk var tekið af lífi. Þetta var allt saman rænandi og rupplandi í Hamasborginni. Og óheðalegt fólk, sko. Það var nokkuð annað skili. Nei, og var líka svona frekar hallt undir Ísraelana. Þá auðvitað er það réttræft, sko. Bara taka það á lífi, án dóms og laga. Væri ekki til að færi grillveislu með Hjálmtýr Heiðdal? Ég færi ekki óvopnaður í þá veislu. Ef ég skellum endurskoðun þetta, RÚV verður nú að gera betur heldur en að blekkja saklausa borgara svona rugli. Tekundu það. Herðu, við ætlum að fara yfir fréttu vikunar sem að við alltaf mikið á Kringlukrána yfir vikuna og heiti marga og heyrir þá alls konar skoðanir og alls konar hlutum þar sem menn eru búin að vera að ræða um hinn ýmsu mál. Einhverju lásu nú þessa frétt til dæmis sem að birtist á síðan þinni Hörður, innherja. Já, ég tek nú samt strax eftir því að þjóðmál er ekki með aðganga innherja. Já, sko, Búllis er ekki með, þeir eru ekki áskrifundur, við rættum því. Græja það. Þetta er það vel skrifað fréttir hjá þér að meginatriðin komið létt fram í fyrstu setningunni, þannig að maður þarf ekki að vera áskrifandi. En ekki benda hlustundum á það, svo segi ekki upp áskrifandi. Ég bara hvet fólk til þess að segja upp áskrifandi með inni. En fyrir þá sem eru að hlusta þá er þetta fjallar með það að Daði Már, fjármála efnahagsráðherra, hann sendir Alþingi bréf í vikunni og er að minna Alþingi á stöðugleikareglunar svo nefndu. Hörður, ef þú voru að fara yfir þetta með okkur aðeins. Já, þetta er alltaf óvanlegt að fjármálaráðherra sjá ástæðu til að senda bréf sem hann orða þannig til fjárlega nefndar, þetta sé til upplýsingagjafar. Ég haldi að fjárlega nefnd af öllum fastanefndum Alþingis væri hvað mest upplýst hvað fælist í stöðugleikareglunni og mikilvæg þess að hún sé virt. Það er innleitt stöðugleikaregla sem var búið að standa yfir eða búið að standa til að gera í mjög langa tíma, líka hjá fyrrverandi ríkisstjórn og er innleitt núna í sumar af þessari ríkisstjórn. Og í stuttu máli felur hún í sér að það er verið að reyna að setja svona einhverja hömlur á það að útgjöld ríkisins aukist of mikið milli ára og einhver leiti verður að koma á eitthvað svona fyrirsjáanleika hvað útgjöldin aukast til lengri tíma liti. Þannig að þau mega
á þess að fara í ykkur tækningaatriði ekki aukast meira en með 2% raunvirði milli ára. Og þessi útgjöld úr ríkinu sem voru kynnt í byrjun september, það er að segja fjárlega frumvarpið, slagar í það að aukast rétt tæplega 2%. Þannig að fjármálaráðherra í þessu bréfi sem til fjárlega nefndar sem núna með frumvarpið til skoðunar og að fara í aðra umræðu, þar sem þá oft á tíðum gerðar ýmsar breytingar, að minna nefndina á það að það sé ekki mikið svigrúm til að fara í þessar hefðbundnu breytingar, sérstaklega útgjaldarliðinni, eins og alla jafna. Kannski full ástæða til þegar Ragnar Þór Ingólfsson formaður Já, og þess vegna kannski svona ég ákvaða eins og hlustundur áhörundur taka eftir að hafa hann á myndinni frekar en Daða Má. Af því að þetta maðurinn sem ræður þá miklu það hvort að nefndin muni fylgja þessu að því það ljóst og kannski þess þá heldur sem ráðherra að senda þetta bréf að nú til að mynda liggur fyrir eftir að fjárlagafrumvarpið var kynnt í byrjun september að það hefur fallið flugfélag sem meðal annars að hafa áhrif á afkomu ríkissjóðs á þessu ári og næsta ári. Fjármálaráðuneytið hefur áætlað það að kynna að leiða til svona 5 milljarða á þessum 2 árum í verri afkomu heldur en áður var áætlað. Þannig að það er ljóst að það er þá mjög mikið hvati, sérstaklega þessari svona vinstrisinu ríkisstjórn til að mæta þessari fyrirsjáanlegu verri afkomu ásamt ég bara öðrum þáttum sem að þróast til verri vegar í hagkerfinu heldur en útlitað fyrir þegar var verið að smíða fjárlagafrumvarpið. Og þetta skiptir máli sérstaklega fyrir ríkisstjórn sem búin að vera með hástemdar yfirlýsingar áður að fjárlagafrumvarpið var kynnt að ætla að vera með eitthvað sleggju í aðstoð Seðlabankana nánuðu vöxtum og verðbólgu. Þetta fjárlagafrumvarp sem var kynnt fyrir rúmlega mánuði síðan var ekkit sérstaklega til þess fallið. Þannig að það væri auðvitað ótrúlega slæm og vond skilaboð ef fjárlaganefndin ætlar núna að gera þetta tíðinda litla fjárlagafrumvarp en þá verra og sérstaklega því ræddu það nú ágætlega hérna í þar síðasta þætti með Dotta og Orra þar sem voru ræða þessu ég veit ekki hvort að seðlabankastjóri hafi viljað koma sér svona í mjúkin hjá ríkisstjórninni með því að segja að fjárlagafrumvarpið væri svona hjálplegt eða gaglegt í vinnu Seðlabankans. Var heyri marga klóra sér haustum yfir því? Já, auðvitað er það ekki svo. Þú veist, heiðarlega svari á Ásgeir bara að segja að það væri hlutlust, það væri hvorki gott eða slæmt. En þetta kannski svona hans viðleitni að fá gott viður hjá nýjum herrum sem núna eru yfirvundur fyrir ríkisstjórn. Þannig að það er ljóst ef þetta fjárlagafrumvarp sem núna tökunum vantilega 1-2 mánuði áður en það klárast fyrir þingið, ef það að versna þá með það að hafa mjög slæm áhrif fyrir verðbólguvæntingar og þá leið möguleika Seðlabankastjóra lækka vexti. Hvað með þann aðgerðapakka sem að Samfylkingin voru lofa? Já, við höfum þetta séð hvað aðgerðapakka það næstu í húsnæðismálum og fleira. Það er búið til blaðamæri fundur næst í hver einstu viku til að búið aðgerðapakka sem þú veist, enginn neinu nær eftir slíka fundi. Aðgerðapakki aðgerðapakka. En atvinnusköpunar hausti, það er auðvitað í fullum verðmætasköpunar hausti. Já, verðmætasköpunar, já, ekki atvinnusköpunar. Það eru hópuppsagnir í hverju mánuði og þeim er að fjölga. Hvernig dirfist að segja svona? Mér brá nú reyndar í hlusta á síðasta þátt ykkar þar sem að Ingvi Georgs var að upplýsa það að það væru 2 fiskvinnslur til viðbótar minnst að segja fólki og maður að heyra þetta allt að þessi aðför að sjávarútveginum sem að þjóðin klappað upp hér í sumar með bravúr bara að fara að býta á hagkerfinu og þetta hríslast allt hagkerfið og síðan eru bara fleiri atvinnuvegir í þröngri stöðu. Ferðaþjónustan í herpingi, við sjáum það bara á þessari afkomum viðvörun sem að vera að koma frá Icelandair og við kannski komum inn á eftir og við þessar aðstæður ætti ríkisstjórnin auðvitað að senda mjög skýr skilaboð það að það verði allt gert til að reyna að létta á atvinnulífinu þannig að menn geti haldið áfram að skapa störf og haldið áfram að skila verðmætum inn í ríkissjóð. Það er bara ekki skilabóðin sem verið að senda? Þú bara, ef þið fylgist eitthvað með þinginu, ég geri talsvert af því og maður er að hlusta á umræðuna þar, bara hugtök eins og samkeppnishæfni og þá við erlend ríki, því að þetta er gjaldeyri skapandi greinar hjá okkur eru greinar sem eru í alþjóðlegri samkeppni.
bara þingið bara algjörlega ótengt þessu en það hvernig ætti annað að vera þetta eru meira og minna allt einhverjir embættismenn og fólk sem að koma úr einhverjum almannavarnanemndum og einhverju slíku það bara verkefni og störf sem eru góðra geta verð en þetta fólk hefur aldrei haft með höndum það verkefni að búa til störf eða reka fyrirtæki þar sem þú þarft að huga því hvort það sé til fyrir vaskgreiðslunum eða launagreiðslunum og hvernig árið muni líta út. Fyrirnefndur Yngvi Þór Georgsson, hann nefndi það í síðast þetta hvað heitir hérna personan úr Múmínálunum, ekki Morrin? Morrin, jú. Fyrstu fyrir með mynd, strákar, ef að fá mynd af Morranum. Það hérna, við þurfum að leita því bara, einhverstaðar, á vetnum. Morrin úr Múmínálunum, það var sérst karakterinn sem að allt sem að snertir verður fristir hann. Já, það hérna... Það var lýsing hans á ríkisstjórninni, eða Hönnuköttu. Þarna hann. Þannig Morrin. Þetta nú augljóslega frændu Ölmu Möller. Það sér það bara á augsveitnum. Já. Nei, af því hún nefnilega Gísli maður þetta aðgera pakka ríkisstjórnar, einn aðgera pakka á að lúta aðgerum í húsnæðismálum og það sem þetta helsti vandi þess markaðar og landskeið þetta hefur verið skortur á frambúði og ekki nægilega stöðu og mikil íbúð uppbygging sem þetta fyrst og fremst hægt að kenna borgarmeirhlutunum hérna í Reykjavík. Og skortur á tiltekinni tegund íbúða. Nákvæmlega. Já. Eitt af það sem maður heyri núna mjög sterkt úr nokkrum áttum síðust daga að ríkisstjórnin hafi huga á því að kynna í tengslu við það að skattleggja sölu hagnað þar að segja með fjármagnstekjuskatti af íbúðum hjá þeim aðilum einstaklingar eða lögaðilar sem eiga meira en eina íbúð. Ef ég man rétt þá fyrirkomulega þannig í dag að fólk ekki skattlagt þegar selur íbúð eða maður eiga hann í meira en 2 ár. Já. Og markmiðið með þessu verði þessi hugmynd kynnt og hann að reynda að keyra hann í gegn þá vantilega verið fólki gefin einhver frestur að verið tilkynnt að frá og með ákveðnum tíma muni þessi skattlagning gilda þá leið og þetta fréttist og verið kynnt þá munu þessir aðilar sem þessi stöðu vantilega bregðast fljótt við og reyna að koma þessum íbúðum á markað og selja 1 og 3 sem svo sem jákvætt en þá mun líklega hafi fyrir með sér talsverða verðlækkun á eignum ef þetta sé mjög mikið. Ég áttum ekki á hversu mikið umfangið en kemur ekkert óvart að sé 1.000, 2.000 jafnvel meira íbúðum. Men fólk ekki bara færi til EHF? Mæntilega mun það ná til slíkra líka til lögaðala, ég þekki það ekki almennilega. En þú segir að það hafi jákvæð áhrif til skamstíma til lækkunar verðs. En það bara að pissi skóin á sér. Það dragur uppbyggingu síðan meir. Það dregur uppbyggingu síðan meir, það dregur hvatanum til að byggja. En það annars en þetta gerir. Þetta rústar auðvitað leigumarkaðin. Já, og það nú æðsti draumur þessara vinstramanna. Það hefur verið hér rekin stefna frá hruni, alveg viðstöðulaust, að reyna að búa þannig hútana að fólki sé eiginlega gert að fara á leigumarkað. Það hefur ekkert verið gert í því tilliti að viðhalda séreignastefnunni. Ragnar Þór Ingólfsson hefur nú stofnað heilt leigufélag. Þeir vilja bara vera leigu salarnir og leigu herrarnir í fólki og fólk stendur og situr það bara eftir vilja stjórnvaldana. Mér þótti frábær hugmynd sem að borum var upp í borgarstjórn fyrir þessu kjörtímabili. Það sem að hugmyndin var svo að félagsbústaðir sem eru með mörg þúsund íbúðir undir og fullt af skjólstæðingum sem að árum saman, eða áratugum saman eru innan þessa félagslega leigukerfis. Af hverju ekki búin til hvati og búin til leið fyrir fólk sem á annar borð hefur einhverja tekjur til þess að fara inn í þetta leigukerfi og kaupa á lokum íbúðina. Þannig að félagsbústaðir blási bara ekki endalaust út. Við eigum að setja það sem mjög mikilvægt markmið að allir þeir sem að geta unnið, alið önn fyrir sjálfum sér, hafi líka burði til þess að eignast húsnæði. Og því miður hefur þessi þéttingarstefna og skortur á lóðum undir ódýrari íbúðir komið í veg fyrir að þetta gerðist. Það er staðreyndin. Stærsti skaðvaldurinn í þessari verðbólgu sem svo þrálát og erfið hér og veldur því að við erum með þetta háa vaxtastig svo stefna sem að Dagur B. Eggertsson hefur rekið á vettvangi Reykjavíkurborgar. Það er eina ástæðan. Hárrétt. Og svo reyndar auðvitað byggingarreglugerður og annað sem að hafa verið settar og mér langar nú bara til að nefna í því sambandi að það byggingarreglugerður og við mókarum í dag
Brákarborg, þetta leikskólin sem að fekk grænu skóplun á velum fyrir að vera svo sjálfbær og æðislegur eitthvað. Það búið að setja, 2024 var búið að setja 2,4 milljarða í þá byggingu og það er enn verið að sinna framkvæmdum. Það bara verið miklu nær að setja bara eina tomahawk-flaug á þessa gömlu kynlífstækja verslun og byggja upp úr hólunni bara glæsilegasta leikskóla sögunar. Fá bara eitthvað frá Ísland pælistöðum til að sprengja það. Magnea Marinósdóttir, hún geti tekið að sér að hreinsa lóðina. Þetta er svo yfirgengilegt rugl og svo sem við verum að vera með stífar byggingareglugerðir. Þetta er afleiðingin. Ég veit. En mér finnst frábært að það er frábært að Stefán nefni félagsbúkstuði í kjölfara á því sem ég var ræðum þessa hugmynd og mögulega aðgera pakka sem ríkisstjórnin ætlar að kynna. Að hvaða afleiðingar kynni svona aðgerir sem munum þá óhjákvæmilega félagi fyrir með sér talsverða lækkun á fasteignaverði fyrir félagsbústaði. Síðastliðin áhrifum séð að félagsbústaðir hafa verið að tjakka upp virði eigna sinna trekk í trekk til þess að halda einhver loftbólu þarna. Kallast bókfærður hagnaður. Já, bókfærður hagnaður. Vegna þess að fasteignaverð sé búið að hækka. Ég myndi halda það að ríkisstjórnin sé að fara að skjóta ekki sigurfótinn heldur samstarfsflokka sína sem eru núna í borginni með þessu. En síðan þetta verður, þú veist, það verður mjög átt að sjá hvort þið láta átt að reyna. Af því maður heyra að það séu margir með svona skeptiski gagnvart þessum hugmyndum innan stjórnkerfisins og ríkisstjórnunar. Vegna þess að þetta er líka fullt af fólki, foreldrar, barna sem eru búin að vera að reyna að bregðast við þessum aðstæðum sem Stefán er að teikna upp við þessum vanda sem er á íbúðamarkaði með því að kaupa kannski eignir fyrir börn sín eru skráð á þessa foreldra á þá að fara að skattleggja þetta fólk eða selur þessar eignir með einhverju smá hagnaði. Þetta er auðvitað bara tóm þvæla og til maður sem það er alltaf verið að bregðast við, þú veist, það er verið að fara í einhver aðgerð til að bregðast við afleiðingum einhvers vanda í staðin fyrir að ráðast á rótum vandans. Þetta er auðvitað líka bara þessi undirliggjandi hvati og það er eins og að Indriði Þorláksson hvísli eyrað á leiðtoga ríkisstjórnarinnar þegar þau fara að sofa á nóttunni. Öll mannleg gæði á að skattleggja. Það bara ef þau sjá einhverja leiðir til þess að skattleggja að þá er það gert. Getur þið ekki mynd að vindur að Indriði Þorláksson, ekki að leggja það á fólk. Ég ætla líka að segja, nú kemur Hörður með þessa sprengju hér inn í þennan þátt. Ég var ekki búin að heyra þetta og ég vona að þetta sé ekki eitthvað sem mann hefur bara fundið upp hjá sjálfum sér. Ég veit að svo er ekki en ég vonaði sannlega en ég held að það að þetta sé komið út í kosmósið og hlustendur þjóðmála heyra þessu, ég held að þetta muni strax leiða til þess að menn fara að leysa eignar vegna þess að menn ætla ekki að láta festa sig inni og menn munu auðvitað reyna að vera undan markaðnum af því að það verður of seint að selja þessar íbúðir þegar það eru kynnt. Það á ekki að koma inn á óvart, þú veist, svona hugmyndir hafa byrst. Við fáum símdar frá fjármálaeftirlitinu. Svona hugmyndir hafa verið reynda mest á svona í tilteknum fjölmjölum á sínum tíma, skrifaðar á tilteknum fjölmjölamanni og sá fjölmjölamæður fyrirvæðandi vitt svo til að er núna... Sem var hlutlust á sko, bara alveg ópólitískur. Vitt svo til að núna er í dag framkvæmdastjóri þingflokks, framkvæmdastjóri samfélkingar fyrir ekki. Já, einmitt. Heyrðu, næsta mál. Þið nefndu borgina, sjáum örstutt hérna, það var nú könnun í vikunni sem var byrt í viðskiptablaðinu, könnun Gallup fylgi flokka í borginni. Ég ætla ekki að staldra lengi við þetta, en bara rétt að sjá áhvert að sjá þar að sjálfstæðisflokkurinn er að bæta við sig, en Samfylkingin er með töluvert fylgi, miklu meira fylgi heldur en fengu síðustu kosningum í borginni og fengu einmar rétt 7 borgarfulltrúa, eru með 5 í dag, sjálfstæðisflokkurinn fengi 9 borgarfulltrúa. Er þetta persónufylgi Heiðu Hilmas eða? Ég ætla að hífa þetta upp hún að tjakka þetta upp eins og félagsbústaðir virðið á fjárfestingar kannski springur einhvern tímann. Miðflokkurinn að bæta þessu við sig, sósíalistaflokkurinn alveg hreinur hérna, Viðreisn stendur nokkurn veginn í stað, Framsókn tapar töluverið fylgi frá kosningum, það var svo sem vitað. Er Líf Magnúsdóttir ekki að fiska? Vinstri grænir mælast með 1 manninni. Já, það dugar henni. Nei, mælast með enga manninni fyrirgjöðu. Miðflokkur Fólksins er með manninni. Já. En hverjunar Framsókn? Einum. Já. Við erum 4 í dag. Þetta verður Lone Ranger kjöftöfumbil hjá Einar Þorsteinsssyni við okkar. Það verður áhugavert að sjá bara hvernig þessi vetur áttur að spilast. En hvernig ætla menn líka að mynda stjórn úr þessu? Þetta er alveg svakalegt. Það er alveg druglað að séu 23 borgarfulltrúar sko. Já, það er rétt. Þannig að væri Framsókn og Sjálfstæðis og Viðreisn ekki meirlundu þannig?
miðflokkur, sjálfstæðis og Sko sjálfstæðisflokkur fengi 9, Framsókn fengi 1, þar er komin 10, þá vantar 2 viðbót. Ég verið með 2. Ég man ekki hvað það miðflokkurinn fekk 2. Nei, bara 1. Nei, já, 1. Viðreisn fengi 2, já, fyrirgefum. Þetta mjög forréttinlegt. Pavel er eini. Það verður þetta mjög spennandi að sjá. Hver verður oddviti Viðreisnar? Verður það Björg Magnúsdóttir? Já. Hver verður það? Er hann ekki að gera sig upp í það? Jú, svo er þetta rosalegur draugagangur. Ef að Björg Magnúsdóttir verður hjá Gísli Martin í kvöld eða næsta föstudag, þá er hann að gera sig upp í þetta. Já, pottþétt. Ég hugsa verði báða föstudagana. En svo er það er þetta mikið skrafað það svona á kaffistofunum að Sigmundur Davíð kynna að taka oddvitaslægin í borginni. Sjálfur? Já, ég meina hann hefur gríðarlegan áhuga á skipulagsmálum og hefur haft stóra skoðanir á borginu og annað, þannig að það geti verið svona dark horse element í því. Já. Það er eitthvað sem hann kann þá að koma óvart. Já. Sífellt að breiða manni. Já. Þess að það sé alveg látlaust í þessu niður þingi. Sem er ekki sín. Erður næsta mál, það er nú stefnar flugumferðarstjórar á verkfallsaðgerðir. Ég bara spóði hvort við séum ef við ekki hafa kertarleitingu fyrir þá, ef við gera á sunnudaginn eða mánudaginn. Var ekki sunnudaginn. Mér dætti í hug því ég sá þetta sko, já, sunnudaginn. Það var nú frækt þegar hann hafa greint frá því að það hefði orðið næstu alvarlegt slys út af því einhverju flugumferðarstjórar voru að horfa á Liverpool Chelsea í úrslitaleikinum deildabikarnum. Hvaða leikur er núna á sunnudaginn? Það er Liverpool Man U. Já, það er sunnudaginn. Þannig að það er ekki tilvílun að það sé búið til verkfallsaðgerðir á sunnudaginn. Þeir þurfu ekki að horfa á þann leik og við veitum hvernig hann fer sér miður. Hver er stöðutan Epic Bet á þann leik? Það þurfum að kíkja á þetta. Já, það þurfum að teka því. En ég ætla að nefna þetta við flugumferðarstjórana því að það var ekki eina dæmi, það náttúrulega munnaði litlu að vélar skillu saman þarna. Það sé bara að þetta var lífshættulegt atvik. Svo auðvitað kom upp annað atvik þar sem flugumferðarstjórum var sagt upp störfum vegna þess að þeir voru að skrá sig við tölvurnar, við kerfið án þess að vera þar. Þannig að þeir voru raun og veru undirmannaðir og voru að taka þátt í því innbyrðis að leysa hvern annan af og draga úr vinnuálagi þvert á öryggisreglur og staðla. Þessum mönnum var bara vikið umsvifalaust frá starfi. Þannig að það er einhver mjög sérstök og skrítin stemning og menning í kringum þessa stétt. Hún er gríðarlega mikilvæg og reynda kemur nú ekki óvart, við höfum nú lent í einu þeirra flugumferðarstjórunum þarna á Akureyri sem að reynda eyðir ekki fyrir okkur barnabókaklúbbin að þegar við vorum ósamálunum eða ég var ósamálunum í Palestínumálum. Ég veit bara að segja í hvers þess ég flýg til Akureyri, ég ligg bara á bænum það að maður sé ekki vakt, hann er svo óstabíl hann væri til alls vís. Þannig að En þarf ekki bara að færa þessar þjónustu til Skotlands? Er ekki þetta að færa þetta bara til Indlands? Já, það er ekki eins og þau séu að horfa út gluggan. Þetta er bara við tölvuskjári. Sko, lögin flugumferðarstjóra eru í kringum 1,6 eða 7 á mánuði, mann ekki nákvæmlega töluna. Já. Þannig að þetta er ekki lánanastörf. Og þetta er mjög, hvað er þetta, ársmenntun? Já. Þetta er, kennarar eru sko í 5 ár, þeir ættu þá að vera sko með 5 milljónir. 7 milljónir. Ég með það, með þetta menntun til launa. Já, í þessu samhengi. Má ég nefna eitt? Já. Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB. Það var gaman að sjá hann í spursmálum. Já, svo miklu gleðigæfi. Sem hún reyndar mætti hvorki Ásdísi Kristjánsdóttur hjá mér á Sprengisandi. Og af hverju ekki? Það vegna hún var svo óbáslega upptekin að eiginsögn við undirbúning kvenna og kváraverkfalls sem að verður haldið 24. október. Kvenna og kvára? Já, kvárarnir. Þeir hafa þetta verið óbáslega jaðarsettur hópur hér í svo öldum skiptir. Ég veit ekki hvort þau sé að halda þið fram að Ingjaldssvíflið hafi verið kvárað, ég bara átta mig ekki á því hvað það er. En ég ætla bara, sem að bundi við staur eins og þið munið. En það sem ég ætla að nefna bara þessu er ekki hægt að hætta þessum hallærisheitum. Þessi kvennaverkföll og þetta rugl. Er ekki komin tími til að hætta þessar aðskilnaðarstefnu í samfélaginu? Ég bendi nú bara á að formaður BSRB er kona. Forseti Alþingis er kona. Forsætisráðherrann er kona. Utanríkisráðherrann er kona. Biskupinn er kona. Ríkislögreglustjórinn og lögreglustjórinn í Reykjavík og allt eftir þessu. Þetta er orðin bara einhver lumma eða einhver mantra sem að ég held að fólk tengi bara andskotan ekki neitt við og það má blóta. Nei, ekki má ekki blóta. Jú, að þessu tilefni. Þetta er svo yfirmáta hallarslegt. Formaður BSRB gat komið í þáttinn til mín og á bylgjunni
að ræða mál sem raunverulega skiptir máli, leikskólamál í Íslandi, en hún var upptekin við að undirbúa þessa trúðasýningu. Hvað þarf hún að gera í því? Hún vantar bara með eitthvað fólki vinnu við að undirbúa Ég bara, Getur verið að hún þóri ekki að mæta og hún gaf bara þessa skýringu, hún var upptekin við að undirbúa þetta verkfall. Þetta verkfall og allt þetta, það sem er verið að skipta þjóðin upp í lið út frá því hvað kynið það er, þetta er svo hallærislegt og gamaldags og ömurlegt að ég bara skora á þetta fólk að hætta þessu. Ég þolið þetta ekki. Ég bara get ekki meira þessu. Nei. En hvernig, segðu okkur hvað þið virkilega finnst? Hvernig þið líður? Já. Mætið á Selfoss á morgun. Alveg að hanskatið teknir rammaður. Ég sá einhvers staðar var að tala um það sko, hvárum sem ruddu brautina, það er náttúrulega ekki 50 ár síðan það var gert sko. Hvárarnir sem ruddu brautin. Hvár varst þú þegar þetta gekk á? Alveg. Herðu, síðan var það sko, það var náttúrulega landsfundur hjá Miðflóttum síðustu helgi, þar sem var kjörin í varaformaður, Snorri Másson, við erum búin að fara þessi við það. Ég sá að Sigríður Andersen vinkon okkar, hún er þingflokksformaður Miðflokksins. Ég sá fréttin inn á vef Vísis, eða þetta fréttastu 2 í vikunni. Við erum náttúrulega Miðflokkurinn hélt landsfund síðustu helgi, þar sem var kjörin í varaformaður, Snorri Másson. Svo sá ég að Sigríður Andersen orðin þingflokksformaður. Og hvað góða vinkona? Bergþór Ólafsson, hann er bara hlutverkalaus. Hann er bara að finna sjálfan sig. Það ekki? Já, hann finnur eitthvað gott hlutverk. Ég hef full að trúa því. Þetta var mjög áhugaverð þetta sena þegar að hann dregur sig þarna tilbaka og bara Snorri var þetta alveg geysilegri siglingu þarna daginn undan með þessa ræðu í þinginu sem að var að tala um forgangsröðuna sem allir Íslendingar, almenningur í Íslandi skilur sko. Þannig að, og ég veit ekki af hvaða ástæðu Bergþór tekur þessa ákvörðun en þarna tekst með þetta að breikka ásýn flokksins. Ég er hins vegar ekki alveg sannfærður að þetta sé rétt ákvörðun af hálfu Snorra sjálfs. Snorri hefur verið mjög atkvæðamikil í umræðunni og hann hefur látið til sín taka og hann hefur látið eldana brenna í kringum sig. Nú er hann komin með aðra og meira ábyrgð og það er í eðli þessara embætta að þau múlbinda menn svolítið. Nú talar Snorri ekki bara sem þingmaður Miðflokksins og ungi óreyndi þingmaðurinn, nú talar hann fyrir hönd Miðflokksins. Og það gerir það verkum að þegar hann segir hluti sem að orka tvímælis eða svona ífa upp eitthvað í samfélaginu, þá er Miðflokknum í raun beint gegn honum. Og ég held þess vegna að þetta sé ekki endilega rétti tímapunktunni til að stíga þetta skref. Það verður hins vegar komið í ljós. Já, sem er enda áhugavert sjónarmið. Þú talar um það ræðast, það sem að tala um Ísland fyrst og allt þetta. Ungi Miðflokksmenn, þeir letur framlega húfur fyrir þetta þing. Húfu það sem stóð á Ísland fyrst og allt hitt svo eða svo allt hitt. Og ég sá að fréttastofa Sýnar kallaði til Huldu Þórusdóttur, prófessor í stjórnmálafræði, sem sagði að þetta nýja slag var Miðflokksins, þetta var ekki slag var Miðflokksins, þetta var stönd af ungra Miðflokksmanna í anda svipa þengjandi flokka og í öðru löndum þar sem þjóðirnins hyggja að setja oddinn. Sko, ef við ekki bara aðeins að róa okkur. Jú, en Hulda hefur svo líka tekið þátt í þessu leik í umræðunum bakslægið gagnvart samkynhneigðum, það er einhverja kannanir sem sýnað einhver prósentur hluta, einhverju liði, einhver neikvæð viðhorf til samkynhneigðra, það er kannski 2% eða 3% sko, því að það 97% þjóðarinnar eru bara fylgjandi hinnum sjálfsögðu réttindum sem þetta fólk nýtur og þetta er allt blásið upp eins og það voru eitthvað bakslag. Við skulum bara þakka fyrir hún ekki veðurstofunni konan, það væri bara rauð veðurviðurinn hér alla daga, það myndi engum máli skipta hvernig blésið úr hvað átt og það er eins með þetta, þannig er bara verið að benda á hluti sem að hafa blasað við mjög lengi, prófessor við Háskóla Íslands finnur það auðvitað ekki í sinni bublu en fólk hefur upplifað það þannig og séð að hagsmunir Íslands og Íslendinga hafa verið fyrir borðnir í mjög mörgum málum og það vantar fókus á það hefur verið hér árum saman að taka þessa hagsmunabaráttu framar. Það er það sem að þetta fólk er að gera en þá er strax reynt að stimpla eða klína á menn þjóðernishyggju, rasisma, jafnvel fasisma eins og Árni Snævar gerði í færslu á Facebook í vikunni og Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, lækaði við það, sko forseti þingsins. Þannig að þetta er orðin nauðvörn vinstraliðsins að klína svona slókunum sem eiga ekki við
á pólitíska andstæðinga sína og af hverju gera þau það? Það er að þau skynja og skilja að þetta fær hljómgrunn. Það er ekki vegna þess að hér sé þjóðfélagið gegnsýrt af þjóðernishyggju eða fasisma eða rasisma. Það er bara vegna þess að fólk sér að stjórnvöldin í landinu hafa ekki staðið sína plikt. Þegar Svandísi Svavarsdóttur stóð til boða að fá undanþágur fyrir okkur til að lækka kostnað við flugferðir Íslendinga til og frá Íslandi, að þá var ákveðið að gera það ekki. Á meðan allar aðrar þjóðir vörðu þetta þá hagsmuni sína. Og svona er þetta að telja bara endalaust upp dæmi þar sem að hagsmunagæslunni hefur verið snúið að einhverju allt öðru. Það er sjónarmið Andra Snæs Magnasonar en ekki almennings á Íslandi. Já, Þorgerður Katrín, hún í framhaldi af þessu, hún skrifaði nú Facebook status helgina, þar sem hún var eiginlega, var hún ekki að svara þér? Eða umfyllin þinni Jú, það held ég. Það að þetta framlag þeirra, framlag Íslenska ríkisins til samtaka í New York. Outright International. Já, baráttusamtaka og hinsegin baráttusamtaka og þetta er sett í samhengi við stuðning við ljósið hér heima og allt þetta. Þú veist, en það kemur svona yfirlætisfullu pistill það að við séum að greiða meira á þessu heldur en séum að tapa. En þetta er, fólk skynjar þetta ekki svona. Ég tók þetta upp í þættinu hjá mér í síðustu viku bara út frá launakostnaðinum og sést bara að þarna er bara einhver elíta í New York að mata krókinn á ofurlaunum og íslenski skattgreiðendur, fiskverkakonan á Raufarhöfn og rútubílstjórinn í Stykkishólmi, þau eru bara af sköttunum sínum að borga eða halda uppi þessum partíljónum í New York sem að geta þá skála við Þorgerði Katrín og Andra Snæ og þetta fólk sem að á leið þangað á þessar æðislu umhverfis og jafnréttisráðstefnur. Og auðvitað er fólki misboðið yfir því að sjá þetta. Og Þorgerður segir, heyrðu, við þurfum að axla okkar ábyrgð og standa okkar plikt í þróunarsamvinnu og öðru slíku. Það er alveg, það sér enginn eftir peningum í þróunarsamvinnu en fólk sér eftir peningum í svona rugl og segja, það þarf að taka baráttuna hér fyrir samkynhneigð og það er svo óbóðslegt bakslag, manstu, og svo svakaði bakslag, Hún Ingileif Friðriksdóttir, hún getur nú sagt það hvernig hún hefur nú þurft að líða fyrir það alla sína ævi, þetta ægilega bakslag hér á Íslandi, hvað samkynhneigð. Heyrðu, það er víða komið illa fram við samkynhneigð, aðalega reyndar í þeim löndum og á þeim svæðum þar sem þetta fólk er að klappa upp stjórnvöld eins og Hamas-samtökin og palestínsku heimastjórnuna. Bara í flestum múslimum. Það verið gaman ef Ingileif Friðriksdóttir hefði farið og rætt við utanríkisráðherrann frá Vesturbakkanum sem kom hérna með pomp og prakt daginn sem að vopnaðlega komst á og spurt hana svona út í afstöðunar til samkynhneigðar. Það verið áhuga spjall, ég bara vilja fá það bara saman í spursmál að ræða og þarna er bara augljóslega verið að misnota fjármuni almennings og ég velti fyrir mér, segjum að utanríkisráðherrann hefði sett 5 milljóna styrk í Outright International, einhver samtök sem enginn hefur heyrt en 150 milljónir ég segi en hún, það sem að vekur athygli í þessum pislein er það að hún ber þetta saman við Marshall-aðstöðuna. Já, sem var notuð til að endurreisa Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina. Það sé bara það sama, bara nú sem bara komið okkur. Hún hefur verið að leita einhverju dæmi sem var í góðu samburður. Það er ætla að fara til 1945. Já, bara Marshall-aðstöðuna. Tökum bara Evrópa með allir í rúst. Við höfum 10 milljarðar. Og við beintum allri Marshall-aðstöðuna í baráttunni fyrir stöðu samkynhneigðra og Hörður Torfason frændiðinn og nafnið sem þú nefndir í höfuða naut þess að þetta mjög gott upp úr stríðsárum. Mér ákveður að nefna eitt, ég ætla að spá því ég skil ekki þessu upphæð og þessi samtök, ég er búin að skoða þessa reikninga á starfseminna. Það er einhver trúnaðarmaður Þorgerðar, það er einhver Íslendingur að fara þannig í einhverja toppstöð í stjórn eða taka við af henni Mari Sjötin. Það er myndaðinni Mari Sjötin þarna í einni fréttinni þegar hún er undirritað samningi með Þorgerði. Ég held að þessi kona sé útleið, ég held að hún sé að fara að taka af sér slaufuna, sennilega þarna, hún er að fara að taka af sér slaufuna og setjast í Helgan Stein, hún á orðið nóga pening og það er einhver Íslendingur að fara að setjast í þetta jobb. Ég held að það sé verið að kaupa sig inn í þessi samtökum. Já, það gefur fróðilegt að sjá hvort það gerist. Vandinn er bara að sá að Þorgerður, hún, ég veit ekki hvort hún vilji mæti spursmálið ekki, hún fær ekki tölvupóstana frá mér. Já, það heldur ekki Ingileif, nei, það er eins og póstþjónninn þarna í utanríkisráðuneytinu, hann sé ekki virkur. Getur sendið skilabóð á Instagram? Held ekki. Það er allt að gerast þar.
Mér langar til að koma þess inn á stuttafrétt sem var ekki stuttafrétt, það var bara langt viðtal í viðskiptablaðinu vikunni við, svona úr einu í annað, við Steinþór Gunnarsson, fyrrandi fórstuðumann verðbréfamiðlun hjá Landsbankanum. þar sem hann að fjalla 17 ára slags sinn við kerfið. Hann auðvitað eins og þeir sem þekka til vita, þá var hann dæmdur fyrir í einu af þessu hrunmálum í Ímon-málinu svo kallega. Það er á að vera lýsing í þessu viðtali þar sem hann að lýsa því hvernig hann var tekin í skýrslutöku í mitt sumar 2009 og síðan ekki aftur fyrir 2011. Það sem að lögreglumenn frá sérstöku saksóknara koma heim til hans, handtaka hann á bílaplaninu, hann er búin að skutta syni sínum í skólan og er að fara að vekja yngri son sinn og handtaka hann þar og fara með hann í skýrslutöku og gera húsleitt á heimilinu hans. Þetta er 3 árum eftir hrun. Svo er dæmt í málinu löngu síðar að gefa þetta ákæra 2012 eða 13 og dæmt 2014-15, ég man ekki ártölu nákvæmlega. Þetta er áhugavert viðtal, mér langaði bara til að koma svo að og benda á þetta, því við sátum bara með einum daginn sem var að lýsa svona þegar lögreglumenn eldan á leikskóla og handtókan það fyrir utan. Þú veist, þetta hefur aldrei verið gert upp og verður kannski aldrei gert upp. Nei, líka eins og þannig er því, það er mjög virðingavert hjá honum að stíga fram að segja söguna. Mikið hrós á hann. Það var honum held ég ekki léttvægt að gera það og líka sem hann lýsir ágætlega í viðtalinu og held ég að mjög fátt venjulegt fólk átti sig á. Það er maður sem þú veist, hann er ekkit hátt settur í bankanum þegar hann fellur. En þessi veiðiferð gagnvart honum sem stendur yfir 17 ára veldur því að honum er algjörlega ókleift að starfa á þeim markaði sem hann hefur, þar að segja fjármálamarkaði, það sem hann hefur, sem hann hafi gert fram að því alla sína ævi, það sem hans þekking, reynsla, menntun. Þannig að möguleikar hans til að afla sér teknaði til þess að framflytta sér og sinni fjölskyldur eru gríðarlega skertir að meðan máli stendur yfir í 17 ár. Það er ekki lítið. Og rétt að halda þetta til haga, bara þannig að hlustundur áttu sjá því að málans var endur upptikið þar sem hann var sýknaðar á lokum. Niðurstaðan er þessi, eftir alla þessa vegferð í gegnum mannréttindadómstólinn og svo þetta, að saklaus maður var dæmdur í fangelsi og líf hans var lagt í rúst og fjölskyldunar. Ólafur Þór Hauksson er ekkert að missa svefni í því sko? Nei, en þetta eru auðvitað hluti sem að þarf að fara yfir og ég verð að segja, ég tek hatt minn mjög á hann fyrir Steinþóri því að flesti þeir sem verða fyrir svona, jafnvel þeir sem að fá réttarbót í sínum málum, þeir bara ganga með veginn, fólk verður bara svo skaddað að þegar hann stígur fram og fyrirsögnin inn í blaðinu það hann mun ekki fyrirgefa þetta, það á líka að undirstrika hversu þungt þetta hvílir á mönnum. Það lýsir því enginn yfir að hann mun ekki fyrirgefa svona lagað nema vegna þess að það sé stórt og mikið ör á sálinni. Það meina eins og hann lýsir í viðtalinu, auðvitað bregst fólk sem var fyrir þessum árásum á hálfu dómskerfisins og sérstaklega saksóknar með ólíkum hætti. Það er ekki allir sem geta verið með kassan úti og sterkir. Og hann lýsir þarna í viðtalinu, þetta bara allir því að bara félagsleg fælni, hann var það gerði bara minn úr því að fara út á meðal fólks. Þetta fullt af fólki sem er yfirgám, bara hætti að tala við hann, hætti að vera í sambandi við hann og svo framvegis. Hvernig ætlar að verðleggja þetta? Það er ekki hægt, en hann er undirbúið skaðabótamál, ég get líka upplýst að Steinþór, hann verður gestur minn í spursmálum á morgun og við ætlum að fara yfir þetta mál bara augliti til auglitis og ég mun í kjölfarið leggja boð fyrir Ólaf Þór Hauksson, héraðssaksóknara. Mér langar til að eiga samtal við hann þetta og hvaða augum saksóknarar lítið að þegar að svo niðurstaða fæst að menn hafi fyrir þeirra tilstilli, þeirra tilverkna verið dæmdir saklausir í fangelsi. Mér finnst áhugavert bara smá útrótt úr þessu tengt sko, það er rifjað upp í þessu viðtali ummæli Þorbrekar Sigríðar Gunnarsdóttur sem þá var dósent við Háskólann Bifröst ef maður rétt, í dag dómsmálaráðherra. Fráfarandi. Það sem hún hafði áhyggjur af því hvernig menn töluðu réttakerfið á þessum árum þegar var verið að gagnrýna þessar handtökur, þegar var verið að leiða menn út hér. Var miklu harkalegri umræða í garð sko dómara og saksóknara heldur en bankamannina. Ég fór nú bara undirbúin að gera þetta viðtal og flett upp eiginlega öllu því sem maður var að finna á tímarit.is þessar handtökur og húsleitir og annað og það að leggja þetta jöfnu gagnrýnin á dómara og það er nú bara alveg Jón Steinar Gunnlaugsson, einhver örfáir sem að tóku
tóku þau mál upp, þau eru yfirleitt mjög tæknileg, þetta eru andlislausir menn sko og þetta lítur að dómsúrlausnum og réttarheimildum og slíku sem almenningur er ekki kannski mikið að tengja við og láta eins og að það hafi verið þyngra á metónum heldur en þessar endalausu loftárásir á menn það er dómgreindarbrestur sko. Það er ekki hægt að túlka það neitt öðruvísi eða samtryggingu eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Er það ekki bara það? Er ekki bara samtryggingu? Jú, þetta svona stéttir hafa til, hefur nú verið talað um þetta í læknastétt og kannski í stétt flugumferðarstjóri eða eitthvað svo leið sko, en maður hefur kannski haldið að dómarar og saksóknarar myndu stilla sig um það. Torbjörg var þetta lengi saksóknari þar til hún fór inn á þing, en Litla stelpa með ákæruvaldið? Já, litlu stelpunar með ákæruvaldið, nýkonar á jólahlaðborðinu, rjóðar í kinnum. En ég auðvitað vona bara að það muni fleiri stíga fram og einhvern veginn grunar mann að þessi mál séu miklu fleiri. Þau eru það náttúrulega. Sko, hérna bottom line í þessu er að það eiga sér stað utanþingsviðskipti með bréf í Landsbankanum og hann tilkynir þau og það er saksóknari fullyrðir bara að hann hafi haft vitneskju um það hvernig lánveitingu til þeirra viðskipta var háttað. Öll gögn í málinu, hvert einasta skjal sem núna er hægt að rýna í, staðfesta að Steinþór Gunnarsson hafði enga vitnesku um það. Hann gat ekki vitað það og hann er settur í fangelsi á grunni þessa. Já. Og saksóknari, og eins og hörðu bent á ég vil líka ævistarf bara tekið fá, á. ég held að það þurfi bara að lista það upp hvaða dómarar dæmdu mannin í fangelsi. Já, okkur ekki. Ég meina, þú setur í dómarasæti fyrir hönd íslenska ríkisins og þú getur dæmt menn til fangelsi og getur svipt menn frelsið sínu og þá er eins gott að þú náir því rétt sko. Það er ekkit þetta er eins og með flugumferðarstjórana, það er ekkit sirkabát hvort að vélinn sé að skella á aðra vélið ekki. Já. Það sem er náttúrulega athyglisvert í þessu er það að megin þorrið þeirra mála sem hafa farið fyrir mannréttindadómstólinn hafa menn unnið, þar sem Íslenska ríki hefur tapað þeim málum og svo hafa náttúrulega fjölmörg mál verið endurupptekin og það sem menn hafa verið sýknaðir. Þannig að það er svona, maður fær svona tilfinningur því að þetta hafa allt verið í einhverju tómu rugli hérna á réttarkerfinu. Samfélagi var auðvitað bara Já, en þá er það dómstólar og saksóknarar að standa í landi. Það eru stofnarnar sem eiga að standa í landi. Það er bara liggur fyrir. Muni ekki hvernig þetta var. Egill Helgason á sunnudagsmótnum hlammaði sér niður hérna í stúdíói með Evu Sjóli með rauðu gleraugun. Þau bæði nýkomin af Hótel Holti þar sem voru að drekka rauðvín og kostna íslenska skattgreiðenda. Einhver arkitekt sem fylgdi henni eftir. Og svo bara var fjarkviðrast yfir því að það var ekki nógu mikið gert í Norðnavegunum gegn öllu þessu fólki. Og það voru húsleitir eins og segir mörgum árum eftir að þessi meintu brota átt að hafa átt sér stað. Hvað hefði átt að finnast? Og vera að handtaka menn fyrir utan leikskóla. Hvað hefði átt að finnast heima hjá Steinþóri Gunnarsinni utanþingsviðskipti með bréf í Landsbankanum? Hvað átt að finnast þar? Auðvitað þeir gátu gefið sér það, enda kom ekkert út úr því. Þannig að þetta er... Það eru fjölmörg svona mál sem við munum víkja síðar og bara að gera hérna. Ég er alltaf til að taka þessa slagi. Mér finnst illa farið með menn þarna. Var það í þessu dæmi? Heldur betur. Út í allt annað, ég sá að viðskiptaráð þeir gáðu út skýrslu í vikunni eða álit þar sem voru að fjallum samruna eftirlit á Íslandi. Heldur þetta fund á þriðjudaginn sem þú sóttir þetta ekki? Ég mætti þar á vinnustofu Kjarvals. Já, nú bara því ég er alltaf þar. Já. Svo vildi bara þannig til að hafa fundur það. Já, þeir komið fundið þar sem ég var. Ruddust inn á mig. En það er samt áhugavert að sjá, sko, við höfum fjallað mikið um samkeppnismál, það er að segja ekki samkeppnishæfni, við má gera það, en stöður samkeppniseftirlitsins og samkeppnismál hér á landi og það, hvernig samkeppniseftirlitið haga sér oft á tíðum. Páll Gunnar mætti nú á þennan fundið ekki? Hann var þetta í pallborði ásamt 2 öðrum og það var bara gott samtal, þetta er áhugaverð skýrsla sem að viðskiptaráð kynnir og þetta er samanburð sérstaklega milli Íslands og annarra Norðurlanda og þar kemur ýmislegt forvitnir eftir ljós eða skoða til dæmis fjárhæðamörk sem að falla undir samruna tilkynningar og þar með valdsvið Samkeppniseftirlitsins líka hversu langan tíma þessar viðræður geta tekið þar sé að ferli við að fá samruna samþyktan frá eftirlitinu og svo líka hlutfall þeirra samruna sem að enda með einhvers konar íhlutun af hálfu Samkeppniseftirlitsins og það er mynd einu aðeins neðar, aðeins lengra, það er þarna
Þannig að sjáum við að fjárhæðamörkin eru sko 5-falt strangari hjá okkur heldur en að meðaltali á hinum Norðurlöndunum. Mál sem að fara í fasa 2 sem svona til margs það mál séu flókin og krefjast úrlausnar og atbeina sanngjarnsætlisins. Það 7 sinnum það sem að við erum að sjá í öðrum Norðurlöndum og svo íhlutanirnar, það sem verið að setja einhvers konar íþingjandi skilyrði og annað. Þar þetta með svipið móti 5-falt fleiri mál eða þessi hlutfallið og þetta bara áhugavert og spurning það hvort að við séum að skerða samkeppnishæfni eða hvort að þetta sé bara til marks það hvað markaðurinn hér sé skakkur og skeldur, ég skal ekki segja og Páll Gunnar hann tók hann ég held hann að hvet fólk til að skoða þessu skýrslu, hún auðlesin og þægileg. Páll Gunnar var mjög stífur í þessu og harður í horn að taka og húsgamaði viðskiptaráð fyrir léleg vinnubröð og ég veit ekki hvað og hvað en tók þó undir það að hann væri fylgjandi því að hækka fjárhæðamörkin og svo þetta sífælda kvapu það að Samkeppniseftirlitið sé ekki að fá nægar fjárveitingar til að sinna verkefnum sínum annað og það var nú ekki rætt sérstaklega en þeir sem hafa hlustað og upplefstur Magnúsar Ragnarssonar á koktelsósu skýslunni sem að Samkeppniseftirlitið gaf út þeir auðvitað vita að það ekki fjárskortur hjá stofnun sem getur staðið í slíkur rannsóknarstarfi það bara ítarlegri rannsókn og sósumarkaði hefur ekki verið framkvæmt neinstæðar í heiminum Nei, þetta en einmitt þar Við erum Ísland besti heimi Já, Það var hendar mynd sem byrtist að ykkur ég ætla að geta staldra rengi á þetta máli, mér langar bara til að benda á þetta og hvetja fólk til að skoða þetta Það er skýrsla Lísbeth Sigurðardóttir lögfræðingur ásins, hún kynnti þetta og gerði það vel Já, það var myndað ykkur félögum sem byrtist ykkur Pálugunari var ekki bara Facebook síðu viðskiptaráðs Jú, ég held það nú ykkur félögunum Já, það var ykkur vel til vinna eða? Við þekkjumst nú ekki mikið, já, og þetta áhugaverð mynd, ég var þarna að hvetja Pál Gunnar í þessum töluðu orðum til þess að svara tölvupósti frá mér, sem hann hefur látið ógert, hann reyndi að lofa því þarna þriðjudaginn að hann myndi gera það á morgun og nú komið 50 dagur Ég sínst það bara að hlæja þér Ekki svar hefur borist, já, hann fer hlæjandi í bankan Ég bað Pál Gunnar reyndar síðast, og það kannski sagan á bakvið þetta, síðast þegar ég bað Pál Gunnar að koma í viðtal til mín þá var það í mars 2024 þá voru ýmis mál í vinnslu hjá eftirlitinu og þessi sósuskýrsla var komin út og mér langaði til að eiga við hann efnislegt samtal starfsemi Samkeppniseftirlitsins og hann svaraði mér og segi það gengur ekki, ég treysti mér ekki til að koma í viðtal til þín vegna þess að það í gangi mál gegn Landsprenti sem dótturfélag Árvakur á Morgunblaðið og hann á líka Landsprent og það var mál sem prentar Morgunblaðið og fleiri já, þannig að það var sem mál í gangi og ég hugsaði, það alveg sjónarmið sem ég get skilið, minnst það ekki alveg málefnalegt en ég skil að menn geti varið sig á bakvið það nema hvað í sömu viku mætti Páll Gunnar í gríðarlegt drottningarviðtal það var einhver líkar en að Vigdís Finnbogadóttir verið mætt að viðtal hjá Heimildinni Já, tekja opnum viðtal Já, alveg risa viðtal þar sem að Páll Gunnar lét móða mása og eini vandinn við það allt sem hann var sá að kærandinn í málinu gegn Landsprenti var Heimildin þannig að Páll Gunnar hann gæti ekki mætti viðtal hjá mér að því að var verið að reka mál gegn Árvakri eða Landsprenti en hann gæti alveg farið í viðtal hjá þeim sem að voru kærendur og voru að leggja stein í götu þess fyrirtækis ég starfir Það virkaði bara aðra áttina. Já, og svo hefur hann sagt líka að gagnrýni á Samkeppniseftirlitið hefur tekið breytingum eftir breyttu eignarhaldi fjölmiðla og annað þeim dúr. Þannig að ég get ekki betur síðan með það að hann svarar ekki póstum frá mér. Hann flissar bara þegar ég hvet hann til að svara tölvupóstum sem hann nefnt að bera að gera samkvæmt lögum og stjórnsýslulögum að hann sé bara að skipa sér í lið með tilteknum fjölmiðlum í stað þess að gera bara eins og öflugur embættismaður á að gera. Já, þú sér ekki heimildana að gagnrýna Nei. Páll Gunnar á bara mæti svona viðtöl, hann kann á þennan markað og þetta kerfi frá A til Ö og hann getur bara svara mínum spurningum í hálftíma og svo fer hann bara heim til sín með sína 2 milljónir á mánuði á föstudegi og bakar pizz og opnar dýra rauðvín. Þetta er bara eins einfalt og það getur orðið. Nei, svo ég bæta þess við þetta svona til marks að hvað Samkeppniseftirlitið rosalega einangrað út frá fyrstulega þetta hvert atvinnulífinu, við erum mjög lítið samtal sem við vilja eiga við
stjórnendur í atvinnulífinu og tiltekna fjölmiðla þá eins og Stefán Einar rekur hérna. Núna Samkeppniseftirlitið að halda upp á og vera hérna stöðu hátíðarhöld allt þetta ár í tilefni 20 ára afmælis Samkeppniseftirlitsins og bara sekta fyrir 19 milljarða. þeir eru að búa til einhversu ráðstefnu sem bara gott og vel í tilefni þess. Það mun enda með flugsýningu, vélar Playmun og fljúga hérna í lágflugi yfir Reykjavík. Og hvaða fólki Páll Gunnar og félagar að bjóða til að vera til að halda erindi á þeirri ráðstefnu. Það Hanna Katrín, atvinnuvegaráðherra, svo forseti eftir dómstólins Páll Hreinsson og síðan forstjóri systurstofnunar Samkeppniseftirlitsins í Austurríki og síðan held ég einhver erlendur maður sem fyrirvandi fór fyrir samkeppnismálum ESB ef ég maður rétt. Hver fundarstjóri? Er það Þórður Snær? Það ekki Páll Gunnar bara sjálfur. En það áhugavert að bera þetta saman. Enginn á atvinnulífinu eða... Það þetta punkturinn. Ég sá að Viðskiptablaðið dróð þetta upp núna fyrir í dag. Svo bara gott hjá það. Maður bera þetta saman við fund sem fjármálaeftirlit Seðlabankans hélt á 15. í síðustu viku. Og það var í fyrsta skipti verið efna til slíks dags það sem er að tala fjármálaeftirlit meðal annars á sjónarhorni Seðlabankans, hvað eftirlitið hefur að gera, hvað ætlar að gera eitthvað leiti svara fyrir gagnrýni sem eftirlitið hefur orðið fyrir frá eftirlitsskyldum aðilum en fær til sín fullt af fólki út bönkunum, verðbréfafyrirtækjum öðrum til þess að koma og eiga samtal við eftirlit. Það ekki þannig í þessari ráðstefnu Samkeppniseftirlitsins. Kannski bara samskiptin á milli Samkeppniseftirlitsins og atvinnulífsins orðin það súr að það bara engin til í að gera það sem þá vel ennþá verra eða hitt að Páll Gunnar sá ekki ástæð til að heyri í þeim. Já. Það mjög líklegt að hvoru tvekja í við. Ég bara vona að Páll Gunnar komi og spjalli við mig þessi mál. Ég meina, hann var bara með málefnilega sjónarmið í þessu pallborði. Ég bara skil ekki á hverju menn að taka þessa afstöðu og ég skil heldur ekki á hverju menn lofa því að svara einum skipnum tölvupóst og gera það svo ekki. Þetta ekki mikill mannsbragur að þessu. Nei. Ég svo aðra frétt í vikunni þar sem að kom fram að íslenski stjórnendur að þeir eru heldur svartsinnir á framhaldi. Þetta kom fram á framtíðati KPMG. Ég spyr ykkur, af hverju eru íslenski stjórnendur svartsinnir? Frutan það að Páll Gunnar fara að valsa upp. Það einhver liti tengist í sem búin að vera að ræða hérna í þætturum hingað til. Þú veist, eru þið svartsýnir að þeir hlusta á þjóðmál? Það segja það? Nei, þetta helgast að einhver leiti að því hvers konar ríkisstjórn og eftirlitsstofnanir sumpart við erum að eiga við hennar. Af því það ekkert sem segir okkur að stjórnendur í íslensku atvinnulífi ættu að vera svartsýnir heldur kollegar þeirra. Við erum ekki stödd og fyrirtækin það, við erum ekki stödd hana á jaðra Evrópu það sem verið að há stríð. Það er margt jákvægt að gerast í íslensku atvinnulífi, nýjar útflutningsgreinar sprettu upp, vissulega er að eiga við einhverja áskonar varandi háa verðbólgu og háa vexti, en það væri svona öllu óbreyttu ef umhverfið í kringum okkur og regluverkið og ríkisstjórnin og eftirlitsstofnanir væri einhver leiti að vinna með atvinnulífinu, þá væri eiginlega allt sem ætti að segja okkur það að það væri alveg tilefni til að vera frekar bjassing. Við búum við sterkasta og stöðugasta gjaldmiðil í heimi. Já, til dæmis. Svo dæmis hitt ekki. En þarna finnst það svo að íslensku stjórnendur eru miklu svartsýnni heldur kollega þeirra erlendis. Ég held að svari við þeirri spurningu af hverju svo sé og einhver leiti sögðu stjórnendur þessara fyrirtæki það á þessu fundi að það skortur og fyrirsjáanleika og þá auðvitað verið að vísa ekki hvað síst til ríkisstjórnar. Bara pólitískur óstöðuleiki. Þetta auðvitað framkoman og framferði í sambandi við veiðigjöldin, þessar sífældu hótanir og breytingar á skattalegu umhverfi ferðaþjónustunar, þessi reglugerð sem var sett varandi loftförin á Keflavíkurflugvelli, bara það sem í skjóli nætur á samráðs. Bara í einhverjum paniki, sko. Já, þetta bara, það bara sagði einn maður við mig, þetta bara eins og bannalýðveldi. Menn hegða sig bara eins og í bannalýðveldi. Það engin þjóð sem gerir þetta svona. Og bara svo ég nefna aftur veiðigjöldin. Þetta ákveðið svona. Og svo segir menn, já, þetta tekur ekki gildi, ákveður að segja fólki núna, þetta tekur ekki gildi um áramótin.
svona stórvægilega breytingar á skattlagningu mikilvægastu atvinnugreina þjóðarinnar eitthvað sem ætti að skoða mörg ár fram í tíman. En það lofaði Kristrún því í kosningabaráttunni. Hún sagði, ég held að þurfa að breyta veiðigjöldunum, en það á að gerast á einum áratug. En það gerist á 6 mánuðum. Og þetta að sjálfsögðu hefur áhrif og stjórnendur að reyna að fóta sig og reyna að átta sig á því hvað stjórnendur að fara. Hörður upplýsir þetta núna með skattlagningun á fasteignamarkaðin. Maður sífellt að heyri í mönnum sem að reyna að vega og meta og mónitora hvað sé næst hjá stjórnvöldum. Verður vaskurinn á ferðarþjónustuna hækkar í 24%. Men svo nei, þeir eru nú búin að segja að það verður ekki. Þeir ætla bara að sitja hérna á innviðagjöld og einhver aðgangsstýringu. Sporin hræða. Þú getur allt eins og vakna bara 50 daginn næstu viku og þá verður bara komin hugmynd 24% skatt. Og hvernig var þetta með Daða Má og vörugjöldin og þetta á bifreiðarnar. Þetta ekki einu svona í þingmálaskrá og svo það bara boðað einhliða án samráðs við þingið að það eigi að fara í þessar skattahækkanir. Og þetta veldur bara öll svona óvissa, hún dregur þróttin úr mönnum. Já, þessi skortur á fyrirsjóðleika, það sem alltaf mjög alvarlegt. Já, þetta að gera þess að sama tíma, við sjáum í öllum löndunum í kringum okkur, þú veist, í þeirri alþjóðlegu óvissu sem uppi og ekkert að fara að draga saman næstunni, það sem öll ríki að keppast það í samtali og samræðu á atvinnulífið, að reyna að hjálpa því að efla samkeppnishæfnina. Hvort sem það sé mögulega að lækka skatta, gera regluverkið einfaldara, og svo frammiðis. Ég býtu að mæta bara á fundi hjá atvinnulífinu og sjávarútvegsýningar til þess að reyna að peppa atvinnuveginu upp, sko. Við erum ekki að gera neitt að slíku og til viðbóta síðan eins og upplifun allan stjórnandi í atvinnulífinu það sé að verða að gera allan fyrirsjáanleika í rekstri ennþá minni heldur var fyrir. Dotti týndi nú upp alla þessar ráðstefnur sem fundi sem að Hanna Kata hefur ekki mætt á. Já. Það bættist nú við þarna iðnaðarsýningin í Laugardalshöllinni, iðnsýningin. Og hún mætti ekki þar, hún sendi einhvern embæðismann fyrir sig. Ég að velta fyrir mér, hvað hún að gera? Hún í landsliðin í Brits eða eru æfingar yfirstandandi fyrir heimsmeistaramóti? Hvað í gangi? Hún hætti í handbolta. Ef hún ekki að sinna þessu, hvað það þá? Og það bara alveg, Guðmundur Ingi Kristinsson, hann týndur, það þarf nú að setja bara ertaka á þann mann held ég. Þessi ríkisjóð bara komin hún í bönkar? Stríðið að bresta á? Höfum við hinn ekki verið látið vita? Þetta ekki bara þannig að fólkið virðist? Þetta svo fínt fólk. Það hefur ekki áhuga á hefðbundum atvinnugreinum í raunhaggjörunum. Maður fær ofta tilfinningur. Hvað sem maður sé ekkur, þú veist, iðnar í kringum sjávarútveginn sjálfur annað. Þetta ekki nú að fínt í þeirra augum. Ég held að það sé enda bara fínt punktur. Talað bara eitthvað hann að brúta landið og bara fokkitt. Þannig að gig-hagkerfið, það ekki kallað það? Gig-hagkerfið? Já, það hagkerfið sko þar sem að þú ert ekki fastri vinnu, heldur bara að sinna svona íhlaupavinnu. Og þeirri hugmynd var nú aldrei hampað og fengur nýja liðsmann í baráttunni fyrir vexti þess núna í vikunni í Ástráði Haraldsenni. Ég segi bara við ykkur öll sem vettlingi geti valdið eða haldið verið í vettlingunum en reynið að halda ykkur sem lengst sem verktökum á þeim vinnustöðum sem þið eruð á því að þá getið þið verið að káfa á fólki eins og ykkur sýnist. Já, stoppið alveg við það. Já, hvernig segir ykkur og hörðu við Svo hlustuðu til upplýsinga og upprifunar. Ástráður Haraldsson, það var mál reki gegn honum eða skoðað. Það varð atvik í Vestmannaeyjum. Það varð atvik í Vestmannaeyjum, eins og vill stundu verða í Vestmannaeyjum. Það? Já. Okkar besta fólki. Það var vinnufundur, ég veit það nú ekki eftir þessi yfirlýsingu. Ég verð erlendis. Hann var þarna einhverju vinnuferð hjá ríkissáttasemjara, Aðalsteinn Leifsson partí. Áður en hann varð ríkissáttasemjari sjálfur. Já, hann var verktaki hjá embættinu. Já, sem náttúrulega líkir orðið þessu. Og önnur kona, og svo var kona þarna sem var líka starfandi sem verktaki. Og það gerist þarna eitthvað sem að hún kvartaði undan og mér tjáða Ástráður hafa nú brugðist við bara með því að segja ég bara maður mikilvæg snertinga sko og það sjónamið út af fyrir sig. Fyrir nú ekki dæma menn fyrir það? Nei. Og þú ert nú með snertifælinir reyndar og ekki ætla að dæma þig fyrir það heldur. En svo niðurstaða félagsmálaráðuneytisins og Ingu Sæland og allt þessa fólks að
að hún reynda beindi blindu augunum að því málinu, en þau sér sagt komst þeirri niðurstöðu að það sem hafa verktaki ekki vinnusambandi við embættið, þá sé ekki þetta að það var stíðs. Vandinn bara að sjá að hann núna í embætti ríkis. Þetta gerist áður, sko. Já. Þannig líkillinn að vera verktaki. Já, hvetjum ykkur til að breyta vinnusambandinu, slíta vinnusambandinu þess snarasta. Ef þið eru fjölþreifin. Já, einmitt, þau ykkar sem eru það. Sko, það er það er mál sem ég myndi vilja koma þess inn á. Svona tvennt sem eftir að ræða hér, allana. Það er að ég er að heyra, og þið vantarlega líka, núning í húsi atvinnulífsins. Þá aðalega frá, við skulum segja hlutunarbreyðsur frá samtökum iðnaðarins, samtökum fyrirtæki í sjávarútvegi, sem að jafnvel, ég segi nú ekki að fólk sem þar er starfandi, heldur kannski fyrirtækin sem eiga aðild að þessum samtökum hafa rætt að sína milli hvort að þau ættu að segja sig úr samtökum atvinnulífsins. Já, maður heyrt það sérstaklega úr ranni samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi, sem eru mikil þrýstingur á það að mögulega samtöki myndi draga sig úr samtökum atvinnulífsins. Ég ekki málið bara það. Við þurfum að útskýra hlustundum af hverju það er. Samtök atvinnulífs eru þetta reglífa samtök margra atvinnu samtaka. Samtaka iðnaðarins, samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu, samtaka ferðaþjónustunnar, samtaka verslunarþjónustu. Já. Og þetta eru líklega 2 stærstu samtökin sem þar undir. Já. SI og SFS. Já, sennilega. Og ekkert sennilega þau eru það bara. Þarna eru menn auðvitað að verja hagsmuni, en þeir eru oft ólíkir og þeir eru oft á önduru meði. Nú veit ég ekki hvort að það er, en í veiðigjalda baráttunni hjá samtöku fyrirtækja sjávarútvegi þá var auðvitað eftir því tekið að samtöku iðnaðarins voru ekki viðstödd eða tóku ekki með slag fyrir SFS og menn segja, byrju, akkur ættu þeir að gera það. Staðreyndin er hins vegar sú auðvitað að það eru mjög mörg iðnfyrirtæki núna sem að líða fyrir þessa niðurstöðu í þinginu. Og svona það sem að maður heyrir er að menn telja að forista samtaka atvinnulífsins, sérstaklega núna til framkvæmdastjóri Sigríður Margrét Ósdóttir, að þau hafi einhvern veginn brugðist í hlutverki sínu að ná einhvern veginn að sjatla þetta eða halda mönnum þétt saman. Þannig að menn segja bara einfallega, við höfum ekki hagsmuna því að dæla 900 milljónum ári, það sem rekstur samtaka atvinnulífsins kostar, believe it or not. Það er miklu betra fyrir okkur bara að standa á eigin fótum og taka okkar hagsmunabaráttu og nota fjármunina sem annars færi í samtök atvinnulífsins til þess. Það er bara sjónarmið sem er að mörguleyti skiljanlegt og samtakamáttur sérstaklega í stórum kjarasamningum á almennu vinnumarkað og annað geti vegið þungt og skiptsköpum. Já. Nei, það sem maður líka heyri líka samanlega sem Stefán hennar nefnir. Þetta er þetta raddi sem maður hefur heyrt í vaxandi mæli undanfarnar vikur og mánuði. En líka hefur maður heyrt að sumir vilja að samtöku atvinnulífsins reyna þess að einskota hlutverk sitt við þau kjarnamál sem eiga sinna og þá er ég að tala varðandi vinnumarkaðin. Það er þetta oft erfitt eins og þið voru að lýsa því í ljósi þess að samtöku atvinnulífsins eru reglífa samtök og þá leið þurfa að sætta ólíka hagsmunni sem eru þá samtök fyrirtækja sjávarútvegi eða ferðaþjónustunnar eða samtök iðnaðarins. Og mörgum finnst samtöku atvinnulífsins oft og tíðum ekki hafa tekist vel til í að finna eitthvað samnefnara þegar þau eru að tjá sig, hvað sem að þessi í ræðu og ritu eða umsögn til þingsins. Og þá hefur gagnrýnin kannski lotið að því og þetta er þetta alveg sem er þekkt á hinum Norðurlöndum. Það sem kjarnar hlutverk samtaka atvinnulífsins í þeim löndum er allt annars eðlis hérna á Íslandi. Það er meira að sjá kjarasamningana, sjá upplýsingagjöf til fyrirtækja varðandi atriði sem lúta vinnumarkaðunum og svo framvegis. Í staðin fyrir að samtöki séu svona, hvað ég segja, alfa og omega í allri hagsmunabaráttunni fyrir öll þessu ólíku fyrirtæki og ólíkum atvinnugrein. Þetta er allan eitthvað sem ég hef heyrt og auðvitað er þetta kannski ekki endilega nýtt ákkurat núna hjá núverandi forustu samtaka atvinnulífsins en maður heyrt meiri gagnrýni hvað þannig þátt varðar heldur en oftast áður. Þannig að það er þetta mjög merkilegt ef svona risastór hagsmunasamtök
eins og SFS séu alvarlega íhuga það að draga sig út úr þessu samstarfi. Ég er ekki endilega vissum að það verði láti verða af því, en maður er heyrt að það hafi núna fyrir eitthvað svona nýlega muna litlu. Já, og eins og segi, ég held að þetta sé ekki endilega sko það að stjórn SI eða SFS sé að íhuga þetta jafn mikið og kannski fyrirtæki innan þessar samtökar. Þetta starfa umboðu svona félagsmanna og það þarf ekki nema nokkur stór fyrirtæki þar undir. Ef þau láti í sér heyra, þá þetta hristist allt. Það verið væringar. Við vitum að þetta verður rætt. Það verið væringar, ég meina, voru væringar inn í SFS þegar Guðmundur Kristjánsson hverfur frá borði og annað teimdúr og það hafa verið væringar á milli manna innan hús atvinnulífsins. Ég held að samtök atvinnulífsins myndu lifa það af ef að annarkvort samtök iðnaðarins eða samtök fyrirtækisjálfsögðu myndu ganga úr skattinu, en ég held að þetta sé búið spil ef að báður aðgerða, þá held ég að menn bara taki hver sinn póka. Samanlega því. Bara að því að við erum að ræða þetta, þá þetta, svo ég rifju upp þátt hjá þér, Gísli, sem var í fyrra, svo mjög merkilega þáttur með Heiðrún Lind og Heiðari Guðjónssoni. Já, bara upp að þess ás, minnum mig. Upp að þess ás, já. Þá þetta fór Heiðrún Lind ekki frekar en venjulega, ekki sérstaklega fínt í gagnrýni sinni á samtöku atvinnulífsins og stjórnendur þar í teinslu við kjarasamninga. Þetta segja að Heiðrúnu vanti fínhreyfingar. Þessi litla og pena manneskja. Hún segir það sem hún meinar og meina það sem hún segir. Já, ég man alveg eftir því, ég sá ástæð eftir að hlusta á hana góða þátt að skrifa fréttum og innherja, bara til þess að koma þessi skilabóðum ennþá mér á framfæri og ég man eftir því að það titraði allt í húsi atvinnulífsins eftir þáttin hjá þér, út af þessu og margir, allan fórustu fólk í SA og í kringum það fólk vissi ekki sér drúkundar á hvernig það í raun og verið ætti að bregðast við. En þetta var alveg Þetta æla þessu út úr þig núna. Þetta fréttamaður fyrra ás. Segir þetta fréttir frá 2024. Gísla að setja á 2005. Var ég annað 2005. Hann bara 9 mánuðum eftir á. Já, þetta er bara blaðamaður sem vandar til verka. Hann fer ekki út með neitt skúp fyrir að það komið fram opinberlega. Já, það verður fróðilegt að fylgjast með hvernig þetta þróast. Bara fínt að ræða þetta eins. Þetta er það sem við erum að heyra á og tökum aðeins stöðuna þessu eftir vild síðar. Já. Þetta er rétt í lokin með keldunni, fyrirtæki vikunar. Ef við ekki að skoða eins Icelandair. Sjá hvernig staðan er hjá þeim. Þeir voru að gefa út afkomuviðvörun í gær. Við sjáum það að ef við höfum svo rætt flugrekstur hér auðvitað mikið síðustu vikur á augljósum ástæðum. Við sjáum að þetta er bara drull erfitt. Það er eitthvað flugfélag á Íslandi. Er ekki gengi komin bara á sama stað áður að hækka eftir fallplay í lók síðasta mánaðar? Jú, það er rétt undir einum í dag. Það lækkar mikið þetta er orðin svo sem er bara þannig að þessi haldið draga svo mikil velta á bakvið þetta sko en samt. Þetta er orðin aldrei svona reglulegt að Íslandi hefur verið að gefa út neikvæðar afkomuviðvaranir og þarna er verið að vísi í að þessu ljósta afkomuna 3 ásvöringi verði verri heldur að búist við fyrir sumar. Sem er alltaf jafna besti ásvöringi. Já, þú veist, afkoman verður þetta jákvæð upp á 70 milljónir dala, þar að segja EBIT-hagnaðurinn, en þýðir leið að félagi áætla núna að skila rekstra tapi upp á 10-20 milljónir dala á árunu og satt þess að segja þá að þetta hefur félagið því miður nánast linjuleist verið rekið með rekstra tapi frá því að var endurreist 2020 og þarna er þetta að vísa í tilkynningu í alls konar þætti sem er að valda því að afkoman er verri heldur en var búist við aðalega eins og var svo sem gert líka í uppgjörunu fyrir sumar sem tók gengi félagsins niður 20% er að raungengi krónunar væri það hátt að það væri að valda félaginu erfiðleikum þá kostnaðarliðinni tekjunar í dollurum þá verða minni og leið að kostnaðurinn í krónum verður hærri og þetta er líka verið að vísi í að þeir eru að vera með hærri kolefnisgjöldum heldur en búist við og svo er tekið fram sem ég fannst líka áhugavert og segja kannski meira aðeins inn í framtíðina að það er augsýnilega að dragast úr bókunum á norður Atlantshafsmarkaði þar að segja og þá frá Bandaríkjunum og af þeim sögum er félagi alltaf að taka 2 vélar út úr kerfinu sinni fyrir næsta ár. Þannig að það eru alveg svona bara í tengslum eins og maður ræða hérna áðan, það eru þetta
blikur á lofti í þessari rísastóru mikilvægu grein okkar, ferðarþjónustunni og ég held að það verði ekkit endilega auðvelt að snúa þessu við fyrir Icelandair. Raungengið ekkit endilega að fara að lækka eitthvað svo einhverju nemi. Íslands í dag, íslenska hagkerfið, þjóðarbúið sem betur fer allt öðruvísi heldur en var fyrir 10 ára síðan. Það eru bara mjög margar stórar útflutningsgreinar, mjög margir mikið af gjaldri frá ólíkum greinum, líka fjármagnsflæði sem er að koma útlendingum inn í landið, fleiri að fara að spretta upp, koma sem þessi fiskeldið eða líftæknilyfið inn eða annað. Þannig að ég held í staðin fyrir að kvarta sáran undan háu raungengi sem ég ger ekki lítið úr og ég held að það sé vissulega að valda mjög mörgum greinum sem er að keppa alþjóðlega erfiðleikum, þá þetta kannski svona nýr veruleiki sem eru bara komin ekki sér til að vera. Þetta bara áhært í ljósi þess að það eru kjarasamningar framöndan. Já, auðvitað. Ég held að raungengi eftir að gefa eftir það er kannski 2-3 samverkandi þætti, lækkandi fiskverð, heimsmarkaði eða eitthvað slíkt í bland við versnandi horfur ferðarþjónustu eitthvað slíkt og þá það er sem margt annað sem kemur líka upp. Við búum ekki við þetta einfalda. Nei, en þetta eru stórir þungir þættir sem vega mikið. Einhver leiti ferðarþjónustan bara verða svona fórnarlamb sem eigin velgengni í þessu. Já, hún að verða það, en við erum líka á alþjóðlegum markaði þar sem Icelandair bara þiggur verðin á markaðnum. Það eru risafélögin sem ákveða hvert verðið á hverju flugleið nokkurn veginn yfir hafið og staðreyndin er svo að einingakostnaður hjá okkur ekki síst þegar kemur að launakostnaði bara miklu hærri en hjá flestum þessara félaga. Það er undantekninga tilvika maður sjáu hærri einingakostnaði í launum, þú skoða bara hvert flogin kílómetr og það bara ávísun á slappari samkeppnisefni. Nú veit maður þetta ekki hvernig þetta þróast, en ég held að það séu töff dagar framundan í að beisla þetta og þessir kjarasamningar sem þú nefnir, ég meina ætla flugstéttirnar að standa með félaginu eða ekki. Menn hafa oft bara blásið á gagnrýni á þessu tagi þegar samningar hafa verið yfirstandandi, en spurningin í dag finnst mér ekki vera svo eigum að vera með 2 flugfélag á Íslandi jafnvel bara meiri hætt á því að við verðum ekki með neitt flugfélag á Íslandi og það væri mjög alvarlegt mál, það í raun og veru þjóðaröryggismál. Já. Herðu, ég ætla að ljúka þessu, hleypa ykkur út daginn, bara rétt í lokin, ég seti ykkur fyrir smá heimaverkefni, við vinnum okkar í Arctic Trucks Polar, ef við ætlum að fara á Suðurskuttið. Við rættum alltaf mikið sveitarstjórnarmál hérna áðan og ég baði ykkur að velja 2 aðalega á sveitarstjórnum sem þið myndu taka með ykkur í heppaferð. Þeir hljóttu að finnast einhvers staðar. Má ég byrja? Já. Ég gef hann þú sér betur undirbúin hörður í þessu. Ég ætla að taka Ásthildi Sturludóttur með mér. Já, drottninguna norðan. Já, hún er svo skemmtileg og mikil vinkona mín. En svo ætla ég að taka Hjálmar Sveinsson með mér. Já. Og vegna þess að ég ætla að taka með mér reiðhjól og láta hann hjóla á Suðurpólnum. Ég held að það verið bara svo fyndist. Trottu þessu upp í Kjarnaholti á þér. Bara sjá hann sennilega verður hann bara á svona ykkur götuhjóli frá Berlín hjólaversluninni og ég ætla að njóta opna kampæinn og sjá hann hjóla í tring. Já. Hörður. Já, ég ætla að nefna einn sem vill svo til að gamall bekkjabróður minn á Akranesi sem ég Vilhjálmur Birgisson, hann í sveitarstjórn? sem ég kannski vænti þess ekki að margir hlustundur áhörundu þjóðmála kannast við en gera þá eftir þetta. Það Ragnar Baldvin Sæmundsson sem er fórustumaður, svona framsóknar á Akranesi, öflugur maður og skemmtilegur og það væri gaman að rifja upp svona árin á Akranesi með honum í slíkri ferð. Sjáu, þetta er bara framsóknarmaður, bara holdi klæddur. Er þetta ekki bróðir Haraldar? Jú. Já, hótelstjóra? Þetta er alvöru menn. Þetta er alvöru maður. Þeir borða hrossabjúgu. Þetta var skemmtileg ferð. Hver er hinn? Og hinn er kannski örlítið þekktari og það er hann að vonastjarta Sjálfstæðisflokksins Ásdís Kristjánsdóttir sem er bæði skemmtileg og klár og það væri gamlar með henni í þessum hópi. Vonarstjarta, hún er bara stjarna. Já, kannski á stærra sviðinu. Já. Svo sem ekki marga stjörnuna velja úr þar í dag. Stjörnum prýtt.
Ég ætla að enda þáttinn aðeins öðru sem vennilega. Ég ætla að leipa ykkur núna út og Já. við bara förum á settinu. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og skapar helgi og Við sjáumst auðvitað á Björgöldi. Ekki að borga okkur neitt. Jú, ég borga bara svart þetta frammi. Herðu, það er hérna, sjáumst auðvitað á Björgöldinu. Já. Ég ætla að enda þetta á upplestri vinur okkar, Magnúsar Ragnarssonar, sem ég fekk til að lesa upp þessar afmælisleiðbeiningar sem að Reykjavíkurborg gaf út fyrir nokkur árum og var fjallað í fjölmiðlum Lina Helgi. Já, takk ég mati frá kjötkompaníinu með ykkur, klárum þetta frammi. Ég fekk hann til að lesa upp. Þetta er auðvitað skjal sem að mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar vinnur, setur hann á vef sinn. Það var nú einhver starfsmaður þar spurður út í þetta og hún sagði að þetta hefði nú bara verið, þetta hefði ekki verið sent skólunum, þetta verið með svo stað sem var ekkit ábyrjandi, en við erum samt með sérfræðingi því að búa til svona skjöl og setja á ekki ábyrjandi stað á vefnum eða vef Reykjavíkurborgar en það nú annað mál. En ég bara, bara hvet hlustundur til að þóla þetta í 3-4 mínútur og að því sögðu og skakka góðar helgar. Nú verður lesið skjal, útgefið af mannréttinda og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar. Skjalið nefnist afmælishópar, leiðbeiningar fyrir skóla. Það er mælt gegn því að skipta í afmælishópa út frá kyni. Slíkt getur verið útilokandi og vinnur meðal annars gegn markmiðum jafnréttislaga. Þess í stað er mælt með kynjablöndun. Hér er bent á 2 leiðir sem hægt er að fara. Leið 1. Bekkjarafmæli. Fleiri en 1 barn halda afmæli saman og öllum bekknum er boðið. Sem dæmi geta öll október og nóvember börn haldið sameiginlegt afmæli. Leið 2. Afmælishópar. Skólinn velur leið til að skipta bekknum í afmælishópa út frá öðru en kyni til að skapa minni og viðráðanlega hópa. Sem dæmi fer barnið sem á fyrst afmæli á árinu í hóp A, barnið sem á næsta afmæli fer í hóp B, 3. afmælisbarn ársins í hóp A og svo koll af kolli. Best er að skólinn eða kennari velji leiðina sem er farin og kynni hana strax í upphafi skólaárs. Ástæður fyrir því að við forðumst kynjaskiptingu eru nokkrar. Í fyrsta lagi, kynjaskipting er útilokandi fyrir transbörn, sérstaklega kynsegin börn. Í öðru lagi getur kynjaskipting ýtt undir hugmyndir kynjamun og ýtt upp staðalímyndir kynjana. Í þriðja lagi er kynjaskipting mögulega útilokandi fyrir intersex börn. Í fjórða lagi finna sumi strákar sig illa með strákahópnum. Í 5. lagi finna sumar stelpur sig illa með stelpuhópnum. Og í 7. lagi strákar geta átt stelpuvinni og öfugt. Stelpuafmæli eiga það til að verða bleik og taka mið af ríkjandi viðmiðum kvenleika, en strákaafmæli blá og taka mið af ríkjandi viðmiðum karlmennsku. Með kynjaskiptingu er óbeint verið að gefa þau skilaboð að stelpur og strákar séu og eigi ekki að vera vinir og eyða frítíma sínum saman. Ávinningur af kynjablöndun er, í fyrsta lagi, inngilding, að trans- og intersex börn sem og önnur sem falla út fyrir hefðbundin kynjaviðmið séu ekki útilokuð. Í öðru lagi myndast tækifæri fyrir börn að kynnast bleikri og blárri og alls konar menningu, óháð kyni. Í þriðja lagi myndast tækifæri til að brjóta bleiku og bláu menninguna upp. Í fjórða lagi geta vinir af ólíku kyni verið saman. Og í 5. lagi geta ólík kyn kynst betur sem vinnur gegn kynbundinni menningu og útilokun byggt á henni. Með því að fara leið 1, bekkjarafmæli, geta forsjáraðilar deilt verkum og kostnaði og leið tryggt að þeir sem hafi ekki jöfn tækifæri til að halda afmæli geti tekið þátt, til dæmis út frá fjárhag, tungumáli, tengslaneti, vinnutíma og svo framvegis. Að baki þessara leiðbeininga kynjablöndun afmælishópa eru aðalnámskrá, mannréttindastefna Reykjavíkurborgar og lög jafna stöðu og jafnan rétt kynjana nr. 150/2020. En í þeim eru gerðar kröfur til skóla að vinna gegn staðalímyndum kynjana og mismunun, meðal annars út frá kyni og hinseginleika, að veita öllum jafnréttismenntun og fagna
fjölbreytileikanum. Undir skjalið skrifar Svandís Anna Sigurðardóttir, Svandís Anna hjá Reykjavík.is.